Velkomin í 4. podcast þáttinn minn. Velkomin í 4. podcast þáttinn hjá Vatnsnesjarn. Ég heiti Kristín og ég litarinn hjá Vatnsnesjarn. Það ekkert skrítið að tala sem litara. Ekki segja málar hann sé litari. Eða myndlistamálur, hann ekki litari. Já, góðan daginn, Kristín heiti ég litari. Ég veit ekki, finnst þetta eitthvað furðulegt orð. Þau veit alveg eins og dyer á ensku litari eða svoleiðis. Getum við ekki fundið eitthvað betra, þú veist, og líka bara starfsheiti. Ég kalla bara eftir að við finnum alvöru starfsheiti á þennan gjörning að vera manneskja sem litar garn. Handlitar garn. Burtséð frá því, þá heiti ég Kristín og handlitarinn í Vatnsnesjarn. Þetta er sérst 4. þátturinn og hann verður bara með svona hefðbundnu sniði, eitthvað verk í vinnslu, pínlítið klár. Svo ég að tala brot af því sem var í aðventudagatalinu frá Vatnsnesjarn fyrir árið 2019. Eina nýja gatttegund og eitthvað fleira svona sem ég að prófa. Ég ætlaði bara að byrja á að tala klár. Eigum við að ræða þetta aðeins. Þetta eru þetta soldotna sem ég búin að ræða svo sem bæði hér held ég á podcastinu og á Instagram. Ekki það skiptir neinu máli. Nú erum búin og lítur svona út. Stendu. Sko, ég hafði mína síða og með síðum ermum. En bara svona, fattar mig, stuttum síðum ermum. Ég ótrúlega ánægð með þessa peysu. Mér finnst hún góð, sko. Það var rétt aðeins að ég skildi halda að hún yrði aðeins og þröng hérna ermarnar. Því nú þurfti ég að skálda þær. Þú veist, ég veit alveg að það er ekkert erfitt að prjóna bara, þú veist, túpu, strokk. Þú veist, prjóna bara venjulega. Þú veist, ég hefði sennilega ekki þurft að vera eitthvað spá í neinum útökungum. Úrtökum út af því að þetta jú náttúrulega bara stubbur af ermi. En ég var samt að því og var að flækja ekki þetta fyrir mér á hausnum og var þess náttúrulega lengi að koma mér að því að klára þessa peysu. En það tókst, það eru 2 ermar á henni og út af því að þetta Supervass Merino að þá stækkaði hún aðeins þegar ég lokkaði hana svo til. Þannig að þetta fór allt saman bara mjög vel. Uppskriftin skiljanleg, það ekkert erfitt að prjóna þetta, þú veist, þetta bara munsturprjón. Og það eina sem að fyrir taugarnar, sko geðveikt í taugarnar á mig við þetta þessir, þetta, þar sem maður að auka út, þú veist, að þínu prjónu frá hálsmál og niður, þú veist, að auka út inn í munstrinu og það fer svona líka í taugarnar á mér að það skuli sjást hvað það gert. Allt annað bara frábært við þetta, sko. Ég ágætlega hrifin af litavalinu líka, þetta frá mér. Þetta Varna Vaga þessi dökkbrúni og þessi ljósgræni Yesterday og þessi, hvað kalla hennan, plómulitur Walk in the Woods og svo aðalliturinn þessi, já hér sé ég annað sem fór í taugarnar á mér. Aðalliturinn þessi ljósi, hann heitir Lighthouse. Hitt sem fór í taugarnar á mér að ég hefði viljað að þetta munstur hefði haldið áfram, sko, eða verið upp. Það fer í taugarnar á mér þessi litli bútur sem ekki með neitt svona munstur, þið vitið. En þú veist, það ekki hægt að, þú veist, það ekki hægt að gera öllum til geðs. Það nokkuð? Annað klár sem ég með peysa á yngri dóttur mína. Hún 6 ára, í öllu sínu veldi, verður 7 ára í sumar og notar sem sagt föt fyrir 7 til 8 ára.
svona cirka. Bæði yngri börnin mín 2 eru stærri eða veglegri heldur en sko eldri börnin mín 2 og eru sem sagt alltaf í árinu eldri stærð af fötum. Þannig að ég var nefnilega búin að prjóna eina peysu á hana í, þú veist, bara aldursstærð og hún var bara vei of lítil. Hún var eins og hertur þorskur í þessu barni. En ég ákvað að gera á hana sem sagt úr garninu sem ég hafði sýnt þér áður í einhverju podcasti. Peysuna Harald's Jumper og í þetta fann ég á Petite Knitting. Petite Knit. Hang on. Ég er með eiginlega 3 verkefni í gangi þaðan. Ég er bara að prjóna 2 af þeim samt, sko. Petite Knit. Þetta er ekki þarna íslenska það sem heitir líka Petite Knit Stroff eða eitthvað svoleiðis. Heldur .com. Ég held að hún sé dönsk, konan sem að ekki veit ég fyrir 5 hvað hún heitir. En mun linka á þetta alls saman. Peysan Harald's Jumper er sem sagt svona. Ég á eftir að ganga frá endum og blokka þessa peysu til. Dingaling. Ég er búin að tróða barninu í peysuna. Þetta er bara mér inn á DK og hún þvertekur fyrir að þetta stingi ekki. Þetta stingur ekki, sko. Hún segir það bara til að sleppa við að þurfa að vera í henni. En hún passar vel á hana, stærð 7-8. Ég notaði 300 grömm í þessa peysu, mér finnst það skemmtilegt hérna. Harmoniku munstur. Sem sagt, og þetta er mjög létt að prjóna, mjög straightforward. Það eina sem var að maður byrjar uppi á hálsmálinu og það sem sagt, þú ert að prjóna það eitthvað tvöfalt í lengd, brjóta það svo niður og prjóna, hvernig að lýsa þessu, og prjóna svo, þú veist, það brýtur það saman niður og prjóna svo fyrstu umferðin í raun að vera af bolnum með því að festa kantinn saman í leiðinni. Þú veist, mér fannst það ekki koma neitt, þú veist, sérstaklega vel út. Kannski sést það ekkert aðeinslega vel í að því að garnið er svona speklað og mislítað. En þú veist, ef ég myndi að gera svona guð, kann að vera ég sé bara ekkert góð í þessu, en þú veist, ef ég myndi að gera hana aftur þessa peysu, segjum, þá myndi ég bara sauma niður eftir á. Hugsa ég, sko. Svo var ég líka alveg bara, þetta er allt og lítill, þú veist, græi. En svo bara opnast hann frekar vel. Mögulega þess vegna sem er betra að prjóna niður. Ég held samt að ég myndi sauma niður. Þú lýr nefnilega ekki þessu guðina. Stöðu eitthvað svakalega pirrandi. En þú veist. Núna er ég líka, þú veist, búin að vera að prjóna einhvern veginn úr þessum lit ótrúlega lengi. Ég var að skoða Instagrami hjá mér og það er bara einhvern veginn sömu litirnir bara endalaust. Það er eins og ég ger aldrei neitt annað en að prjóna á eitthvað í þessum dúr eða eitthvað í þessum dúr. Þú veist, þetta er ekkert eitthvað úber ósvipað, þú veist, þannig að sé. Og svo gulan. Svo skrítið með, þú veist, ég gerir svona top 9 eða þú veist 9 vinsælustu myndirnar á Instagram fyrir 2019 og það er ótrúlega mikið gult í þeim. Málið er bara ég hef alltaf hugsað mig sem græna persónu. Þú veist, ég hef bara beitað í mig einhvern tímann. Ég var manneskja sem að var í grænum fötum og svona grænbrúnum tónum en þú veist þegar ég sé síðan hvað ég kaupi mér á fötum, þá er mikið af því svona navy blátt. Ég er greinilega að velja mér að prjóna, þú veist, einu grænir, bara pinkulítið hér. Hitt þú veist, annars er þetta bara svona bleikleitt, sko. Og bara þessi guli litur er bara allstaðar ríkjandi í mínu lífi.
Þú veist, maður kíkir svona í fataskápinn hjá sér, reyndar ég mjög hrifin af röndum þannig að það mjög margt röndótt í fataskápnum mínum og þessi guli litur og svona aðeins gulari bara allsráðandi, þú veist, nú á ég fjögur höfuðföt, 3 húfur og 1 eyrnaband sem gult. Allt sem ég hef prjónað, sko, valið fyrir mig, sko, og hvert einasta skipti hefur verið alveg, já, ég ætla að taka hérna gulan hans til að poppa hlutinu upp. Og svo ég bara alltaf að því. En þetta er sem sagt 3. klárið. Þetta er ég búin að vera með, sko, mikið. Og ég var búin að, ég var að tala þetta í síðasta þætti, að ég hefði sérst væri að prjóna mitt fyrsta stykki sem ég hefði sko hannað sjálf og ætlaði að hafa það 2-falt. Þú veist, ég klúðraði því bara saman einhvern veginn, saumaði saman hérna á röngunni samt. En ég held ekki, þú veist, það var síðan ekki þannig að mér fannst gott að hafa það 2-falt, það var eiginlega bara of mjótt, tæknilega séð. En það er alveg sama því, það er bara mjög þægilegt að vera með hérna, bara mjög þægilegt, þú veist, að setja þegar ég er með hárið hérna uppi að geta bara vippað þessu á eyrun, skundað út, þessa dagana líka alltaf í kraftgalla og með trefil, oft á tíðum snjóglerugu líka, vilgur bífitans veður ofsi búin að vera og bara spáir fram yfir í janúar. Veit ekki hvert ég er að fara með þetta. Nei, ég veit bara vatn. Ég drekk ekki kaffi. Þetta eru sem sagt þessi 3 klár sem að ég er með. Það er sennilega tók mig frá því einhvern tímann í sumar. Kannski frá því í ágúst. Ég held ég hafi fitað upp og svolítið þarna í ágúst eða eitthvað svoleiðis. Reyndar var ég enga stund að prjóna þessa hérna. Ég byrjaði bara á henni í bara núna seinnipartinn í desember, sko. Og enda hafði hægst sko, ég var í jólafríi að næstum því var ég í jólafríi í desember. Og það sem sagt er mikið að gera, ég kann vel að meta það og þú veist, er ekki með neinn plönum að drekja mér í prjónaskap. Ég vil endilega hafa gaman að þessu nefnilega. Anywho, það sem ég er með í vinnslu og langar að ræða er peysa sem ég hef ekki prjónað neitt á síðan í fyrsta þætti sem að út af því að ég man ekki hvert ég kom í úrskriftinni og heldur ekki bara, já, ég veit ekkert hvert ég er komin í þessu, ég hafði ekki skrifað það hjá mér. En það er þessi ég er samt svo ógeðslega hrifin af henni, sko. Langar að klára en langar alls ekki að rekja upp til að finna út af einhverju, þetta er nefnilega svona, þú veist, og það var átt sér stað einhverju útaukningar og eitthvað, engin leið að sjá hvar og ef ég ætla að vita, eða þú veist, mér finnst þess að séu 2 leiðir og það er annarkvort að rekja hana bara upp og byrja upp á nýtt eða þá að klúðra þessu áfram. Þú veist, mér finnst þessi áferð geggjuð, mér finnst liturinn líka geggjaður, þetta er peysa á mig og þetta er kannski næst í að vera þessi grænu litur sem ég er, sko, eða taldi mig vera. Það að segja í því sambandi að maður er alltaf að halda eitthvað annað sig, skilurðu mig. Þú veist, ég er búin að búa mér til einhverja mynd af sjálfri mér í hausnum á mér, og svo er ég bara ekkert þannig. Hélt ég verið græn, svo er ég bara gul eða blá. Þessa peysu er ég sem sagt ekki búin að, þetta er AI Breen, eftir Isabel Kramer. Er yfirleitt með hrifin af því sem hún gerir í þessum fótana flotta PR-póka. Og svo er annað sem hefur legið bara eins og ég var nú spennt og finnst þessi peysa geggjuð. Stone Crop eftir Andreu Mári. Mér finnst hún ótrúlega flott. Ég byrjaði að prjóna hana úr True Merino garninu mínu. Það er dundur mjúkt og þú veist, þetta er fallegt. Þetta er liturinn Hello Sunshine og svo var ég með svo er ég með hespu sem er feit.
Hún byrjar í þessum hvíta, hvít dröfnótta lit og endar í þessum dökkgula. Það sést betur hérna megin, já, þú veist svona drullu. Feitar út í frá dröfnóttu í gulan. Big surprise. Anywho, þú veist þannig að efst þá munstrið í þessum lit og svo neðst verður það í þessum lit. Og ég var mega spennt að sjá hvernig það kemur út, þú veist, ég hrifin á svona stöffi. En setja svona. Sem sagt, það eru bublur á henni sem að koma ógeðslega flott út. En ég hata þær. Þú veist, ekki bara þær, þú veist, flatar. Þetta er bara eins og brjóst. Eins og ótrúlega vel sogin svona mjólkurbrjósta geraverta. Þú veist, þær eru einhvern veginn innfallnar og það er gat. Fór lykkja af. Ok. Gat líka hjá kúlunni alltaf. Þetta er örugglega hvernig ég prjóna þetta. Eða þú veist, þá líka hekla hana bublunar. En þú veist, þetta er bara svo engan veginn að skila sér. Og þetta er bara einhvern veginn, þetta er að eyðileggja fyrir mér viljan til að halda áfram með þessa annars ógeðslega flottu flík. Það er til bæði útgáfa af henni sem er sem sagt bara heil peysa og líka opin. Og ég er að prjóna sem sagt þessa heilu með á prjónunum sem sagt Tiagu prjóna sem að ég fekk í Gaddbúð Eddu. Það er allir að prjóna þessa prjóna núna, sko. Heitustu prjónundar á jörðinni. En sem sagt, þeir eru svo líprir. Það líka kann vel að meta þetta odd system á þessum prjónum. Skilurðu mig? Hvar á móti þessi gefið hann sem sagt grófari prjónn, en samt sér maður að oddurinn er svona eins og rúnaðari. Næri ekki eins vel undir sko svona fingering grófleika garni. En þú veist, ég er hrifin af þessari peysu, mér langar ekki til að vera í henni og langar meira til að sjá hvernig það kemur út þessi feithespa sem ég leitaði fyrir þetta. En þessar bublur eru að drepa mig og ég er að íhuga hvort að ég eigi að rekja henni upp og gera þessa peysu án þeirra. Þú veist, eru það brotu höfundaréttarlög? Mun mér verða kastað út úr prjónasamfélaginu? Ég er náttúrulega hrædd það, sko, ég vil öllum líki vel við mig. Þetta er sem sagt það sem er að gerast í þessum póka, sem er póki með engu á. Ekkert skemmtilegt í gangi. Síðasta, nei. Jú. Og þá er ég að prjóna 2 sjöl úr 50-50 garni sem ég er með. 50-50 garn. Þetta er sem sagt 50% merinóull og 50% silki. Þetta er sturlað í sportgrófleika. Þú veist, oh my god. Það var nefnilega þannig á gaddgöngunni. Þá sá ég, fyrirmuna að muna hvað hún heitir, Þóra kannski. Hún var að vinna í Gaddbúð Eddu þegar við vorum þar á gaddgöngunni og var sem sagt í, hvort það var ekki bara soldátna, úr svona 50-50 garni. Og nota bene 50-50, þetta heitir ekki það en eitt þannig, þetta er bara eitthvað sem ég er að nota núna sem vinnuheiti. Skildi ég nú ákveða að taka þetta garn inn, sko. En sem sagt hún var í, þú veist, það var reyndar 50-50 DK og mér minnir endilega hafi verið sko soldátna, kom ógeðslega vel út og hún sagði að þetta væri bara delicious að vera í og ég sem sagt keypti inn ólitað svona garn, nema þetta er sportgrófleiki, sem sagt 300 metrar í 100 grammunum og er að pröfa sem sagt að prjóna úr því, þú veist, ég litaði 2 liti, annars vegar þennan sem að ég er dundur hrifin af og er jafnvel að spá í að þeim er svolítið líkur, veistu hvað ég heyrði líka sem ég á nú þegar, að spekla hann meira.
fá bara meiri lit í hann eða eitthvað svoleiðis. Bara pæling. Og svo jafn mikið og ég hélt að ég væri græn en er gul, þá alltaf þegar ég ætla að gera eitthvað gorgeous lit, bara þú veist eitthvað ákveð bara, þú veist skrifa ekki einu sinni niður hvað það er eða þú veist þannig, það er alltaf þessi litur. Ég er ekki að grínast. Ég vildi ég hef tekið sko fleiri dæmi af því það er alltaf þessi litur. Ok, mundi að ég er með annað dæmi. Annað sjal sem að ég fór yfir fyrsta þætti þegar ég dróð fram allt sem ég átti til sem var á prjónum. Þessi hérna fjólublái. Ég var að ræða þetta eitthvað. Þetta er bara nákvæmlega sami liturinn, þú veist, kannski aðeins fjölari eða eitthvað. En þú veist, bara það sem ég geri. Ég er svo útreiknanlega að það hálfa er nóg. Ég sem sagt hafði litað 2 hespur í þessari gaddtegund, þessar hérna, og fannst síðan í augnablik eins og þetta ætti ekki samleið í sjal, þú veist, þannig að þá var ég að hugsa að það yrði að vera sko ekki sem sagt saman heldur þegar að vera stór hluti af þessu stór hluti af sjálfum í þessum lit og þú veist, og einhver annar hluti stór, bara þú veist, svo ég segi hvernig liturinn kemur út eða þannig. En ég með nokkra pælingar þetta akkurat núna. Þetta sjal, þetta eru bæði lítil og svona bara ótrúlega plain sjöl. Þetta hér heitir Light and Up, þetta sérst byrjar hérna uppi og vinnst niður. Það er raun að vera bara sléttprjón með útaukningum í bæði endanum í miðinni. Það er svo svarthvítt, en sér hvað ég á við þetta, þú veist, kemur sléttprjón bara eiginlega alla leið hingað og svo eru svona gataprjónskaflar og eitthvað svona dút. Síðan, þetta sérst heitir Light and Up og þetta sem ég ætlaði að gera úr fjólubláa garninu heitir Parasol og er einnig líka svona létt, skilurðu mig, svona létt bara gataprjónsal. Og svo tek ég eftir því að það eru bara 300 metrar á hespunni og í báðum sjölunum er kallað sko eftir aðeins meira heldur en það. Og þá fór ég að hugsa hvort það gæti verið flott og er að spá í að gera það. Að byrja að taka inn fjólubláa litinn, sko kannski bara eina rönd, fattarðu? Brúps, eina rönd. Prjóna svo blamargar umferðir í hinu. Og sem sagt minnka alltaf bilið á þessu bláa eða ljósari litnum, hann er blár, að minnka svo bara alltaf bilið og annarkvort hafa þá bara röndótt allt saman eða kannski skiptast á að gera leyskablana, þú veist, einn í ljósa litnum, einn í dökku litnum, þú veist, eða eitthvað þannig. En sem sagt í fyrstu atriðinu þá er ég að gera þessi 2 sjöl og er núna að hugsa að sameina og gera bara þetta sem heitir Light and Up. Ótrúlega næs í viðkomu. Silki einhvern veginn, þetta er svo geðveikt mjúkt og shiny, þú veist, elska shiny stuff. Og bara einhvern veginn, þú veist, maður sér strax að það hangir ógeðslega vel. Að því það er svo mikið silki í því. Gorgeous, myndi ég segja. Annað gorgeous sem ég er að gera. Og er sem sagt hin uppskriftin sem ég er að prjóna frá petitnit.com er Sunday cardigan. Uppskriftin er sem sagt myndin á uppskriftinni. Ef ég væri ekki að taka þetta upp á síma minn, þá myndi ég sýna þér mynd af peysunni. Því að hún er náttúrulega ekki svipur hjá Sjón að sýna hálfprjónaða peysu. Úr henni. Ég er að prjóna hana úr Meirin og Aran og 2 þræðum af mohair. Það er gefið upp í uppskriftinni, sko, 2 þræðir af mohair og arangarn. Og hún er sem sagt prjónuð, hún er opin, prjónuð fram og tilbaka. Og er sem sagt, hérna er hálsmálið
prjóna bara í tvöfaldri lengd og á síðan að leggjast niður. Skilurðu mig? Tala um þetta hérna á eftir. Og ég tók sem sagt, þú veist, þetta líka himnesmjúkt. Því hvort ég ætti að standa upp og þú veist, einhvern veginn reyna að koma að make a sense á þessari peysu. Kannski fer ég bara í hana. Og að ræða það hvað mér heitt. Allt í lagi. Sunday cardigan yfir soldotna. Sem sagt, kraginn verður saumaður niður eftir á. Þannig að hann kemur svona. Svo eiga að koma tölur á hana. Við sjáum til með það. Og kanturinn hann prjónaður bara samhliða en uppskriftin segir mér bara prjóna hann fastar. Einhvern tímann var ég að prjóna eitthvað og það var svona kantur sem var prjónaður leið og hann var á öðru sett af prjónum. Þannig að þú veist prjónumur 3,5 eða eitthvað prjónumur 4 allan leiðina hingað og annan prjónumur 3,5 Það var að gera geðveikt við þessum. Það gafst mjög fljótt upp á því. En það sama mótíf hér séu og á Haralds jumper. Skilur mig, svona harmonikufílingur. Og er ég sem sagt komin niður á því að segja að búið með bólinn og það svona stórt stroffið neðst og ermarnar eru síðan ekstra langar. Og það sem gerðist var, þessi litamuninn það ekki að því ég litaði þetta eitthvað, þetta ekki sami liturinn, bara no worries. Og hann sé svona svakalega mismunandi. En það sem sagt þannig, það sem sagt þannig að ég átti þetta móhair til. Sko uppskriftin, ég las uppskriftin einhvern veginn þannig að ég hélt að ég var að taka nógu mikið af móhairgarni. Og sem sagt með einn svona brúnleitan og annan eins konar brúnan en hann samt aðeins meira fjólblár. Eiginlega bara í áttina að þessum Og sem sagt með þá 2 saman með svona ljósgráum aðrangarni. Og það sést Það sést ekkert vel. Og svo kemur í ljós að þetta bara enga veginn og móhairgarni og ég á ekkert þetta til aftur. Eða þú veist, í fyrsta lagi á ég ekki móhair akkurat núna og þú veist ef ég ætlaði að lita það. Og svo bara einhvern veginn var ég fúl yfir því og bara tími ekki 2 öðrum hespum í áganginn. Ég veit ekki alveg hvað hugsunargangur það en þú veist, þess vegna það út af því sem ég brá á það ráð að í endan að skipta í annan lit. Og þetta raun og veru 1 þráður af Waiting for You fjólubláu litnum mínum sem ekkert ósvipaður þessum hann þú veist aðeins dimmari eða dekkri og sem sagt brúna móhairið af því að einhverju hluta vegna kláraðist þetta sem var aðeins meira fjólublátt áður en brúna. Og það sjálfsagt bara, ég meina það sem getur skeið í verksmiðjunni, það bara verið meira á þessari brúnu hespu. Já, sem sagt. Og það hugsa mér, ok, þú veist, kannski virkar alveg að gera ermarnar með bara þá 2-faldu af þessu fjólubláugarni. Þú veist, hvaða skandall? Þetta ekki fallegt, sko. Þannig að ég get ekki haldið áfram með þessa peysu nema ég annarkvort drífi mig þá að lita eitthvað sem nær því sem ég með í bolnum eða og svo datt mér í hug að ef að ermarnar þyrftu að vera í öðrum lit að þar væru bara með silfruðu móhair sem væri bara eins og þetta, þá kemur það bara ljósari inn. Þú veist, þegar ég að tala um þetta, þá held ég verði bara að lita meira henni. Að þetta flott peysa, sko. Þú veist, og svo eru ermarnar,
þú veist, það eru ógeðslega langar og eru gett kósí hérna fram á, hérna, eða hún allavega lítur þannig út þegar hún er í peysunni, þessi á uppskriftinni, að það sé ógeðslega kósí. En þú veist, ég er sem að gefa mér stórt prik ef það endar þannig að ég mun klára þessa peysu. Peysan er í poka sem að síðan var í aðvendudagatalinu. Öðru þeirra. Og þetta er sem sagt poki sem er frekar stór og hann er sem sagt fyrir peysur. Á honum er fullt af íslenskum prjóna og hekl skammstöfunum. Þetta var sem sagt í að því ég var með 2 gerðir af dagatali. Það var annars vegar bara venjulegt dagatal og svo var annars sem ég kallaði lúxus og það innihélt aðeins meira gagn og til dæmis einn stærri poka heldur en var í hinu. Og talandi um dagatali þá ég er með 1. Það var alltaf tekur því að tala um það samt sko. En það er best að gera það samt af því að svoleiðis er lífið. Það er sokkur úr jólalitnum sem ég gerði í ár. Núna, þú veist, þegar maður er ekki að prjóna jól, þá gæti þetta líka alveg verið bara einhver sumarpopplítur, sko. Ég meina bara að, þú veist, maður getur alveg verið í þessum sokk þó að það sé ekki jól. Það öskrar ekki endilega jól þó að hann sé jólalegur, en maður hugsar jól. Er mín skoðun. En þetta er sem sagt úr BFL nælon garninu. Ég er mjög spennt að vita og heyra frá ykkur þeir sem að keyptu litinn og eru að prjóna úr honum, hvað ykkur finnst þennan garngrunn, BFL nælon. Mér finnst þetta sturlað, mér finnst þetta geðvegt, mér finnst þetta miklu skemmtilegra og ég ætla bara að segja það, mér finnst þetta skemmtilegra heldur en að prjóna úr mýrunöll og nælon. Ég veit ekki hvað það er, þetta er eitthvað bara að koma við þetta einhvern veginn, get ekki lýst því. Það er bara eitthvað við viðkomuna fyrir mér og að prjóna úr þessu og ég hef búin að prjóna þessast silfurgráa sokka, það var Hermione Daily sokk eða hvað þetta hét, daginn og að vera í þeim er líka störla gott. Það er bara, þú veist, hlýjan er algjör og svona umlíkja fótinn eða þannig. Einhverjum, nóg eftir, geta ábúklega gert 2 pör. Og ég ætla að hafa rauðan hæl og rauða tá líka. Sem sagt, aftur á pokanum og því sem var í dagatalinu. Dagatalið seldist bara upp, þannig að ég er ekki með Þannig ég er ekki með stúfa gatni úr því og bara glemdi eiginlega að taka myndir, þú veist, þetta var svakalegt hafarí og það var bara allt á bakvið var bara þakið í gatni og þú veist, það er svona þegar production svæðið er stofuborðið manns, þarna er hluti af því sem fer á vefinn sem svona mitt fyrsta shop update. Hluti af því er þar á vinnsluborðinu. En sem sagt að þessu blessaða jóladagatali. Þá get ég ekki sýnt neitt af gatninu sem var. Það getur verið, ég geti sett eina mynd af hrúgu af, sem sagt ég gerði, það voru annars vegar 8 mínihespur saman og hins vegar 10 eftir hvort dagatalið þú keyptir og í svona knipi. Get mögulega sett mynd af því og annars held ég að ég eigi bara ekkert myndir af neinu sem var í. En það voru nokkru hlutir í því líka, sem voru ekki gagn. Og ég ætla að sýna þér 3 af þeim út af því, 4 hluti. Út af því að það var allt eitthvað sem ég hannaði sjálf. Og fyrir dagatalið. Og það var pókin sem ég var að sýna þér áðan, sem er svona peysuverkefnispóki, stærri kantinum. Og svo var einnig þessi sokkaverkefnapóki. Hann með þessum fínu blómum á framan og einhver litaði þetta, mér finnst það geggjað. Einhver sem hann keypti dagatalið sá ég hafði litað inn í, mér finnst það æðislegt.
og aftan á sem sagt texti og það stendur að það lítur kannski ekki þannig út fyrir þeim sem sitja við stjórnvölinn að handavinna skiptir máli, en kjarni málsins hins vegar sá að handavinna lífsnauðsynleg. Handavinna getur tjáð svo margar tilfinningar, oftast ást. Og þegar allt annað bregst, þá það ástin, kærleikurinn og væntumþykjan sem stendur eftir. Ég rosa ánægð með þennan poka, ég sem að fara út í að gera fleiri. Svona sætur. Enjú, þessi 2 pokar, þeir verða á vefnum til sölu núna bara þegar þetta vídeo komið upp. 2 verkefnapokar. Í venjulega dagatalinu var þessi sokkapoki og í hinu voru bæði sokkapoki og þessi stóri. Og svo gerði ég hannaði ég prjónamál sem ég fekk síðan konu í, að langar að segja Englandi frekar en Skotlandi, til þess að skera út úr tré. Ég ekki alveg að gera grein fyrir hvort að þetta sé núna öfugt fyrir þér, þessa stendur. Það stendur sem sagt prjónamál og svo mál að prjóna. Getur þetta komið nær? Ef þetta öfugt, þá bara, sorry. Og þetta mát fyrir prjón frá 2 til 8. Svolítið skotin í þessu líka. Þetta fer líka í sölu á vefnum mínu núna, eða verður komið þegar dagatalið komið, þetta vídeo komið upp. Og síðast en ekki síst bjó ég til spil sem var í öllum dagatalunum. Og það sem sagt umferðarspilið og það kom í svona poka, svona litlum poka og ofan í því eru leiðbeiningar sest á spjaldi og leiðbeiningarnar eru þannig að það lýsa því hvað á að gera við þessar 2 teninga sem eru komið með. Annar þeirra já eða nei teningur og þetta sem sagt má ég og þá gerir þú má ég, eða þú getur sagt líka teningur, herm þú mér, má ég fitja upp á nýju verkefni? Hendir teningnum og teningurinn segir já. Eða þú veist, hann gæti líka alveg sagt nei. Já eða nei. Þú getur líka spurt hann, þú veist, á ég ekki bara að rekja þetta drasl upp? Eða allt sem að þú heldur að þín innri samviska sé á móti þér með, lætur bara teninginn ráða. Og hinn teningurinn, hann eiginlega hinn eiginlegi umferða teningur. Því að svo hendur honum til að vita hversu margar umferðir þú mátt gera, hvað 3? Þetta upp í 6. Hversu margar umferðir þú mátt fara núna þegar klukkan alltaf margt, þeir finnst eins og þeir kannski frekar að vera að vaska uppi eitthvað svoleiðis, eða eitthvað annað sem að, þú veist, þú startar bara að fá leiðbeiningar hversu, að þú bara fá svona guidance hversu margar umferðir þú mátt fara, áður en þú þarft að sinna skyldum þínum sem þú telur vera eitthvað betri eða mikilvægari heldur en að prjóna. En þetta sem sagt umferðarspil var í jóladagatalinu og svo eitthvað fleira. Það var, ég hafði gert bæði prjónamerki og líka svona progress keeper eða þannig. Progress keeper, bara framvindu árangursmerki. Já, ég gerði svona framvindu árangursmerki. Alls ekki óþjált eða neitt. Og já, sem sagt, rétt á meðan ég var að klára að pakka öllum dagatölunum sem að, þú veist, þegar þú ert komin í hringuðu af einhverju sem þú ert að gera og þú veist, það er engin leið tilbaka og heldur valla áfram að þetta er svo mikið, fattaru, að þá er ég alveg bara svona, ég ger þetta aldrei aftur. En núna er ég alveg bara, ég ætla að gera þetta aftur. Það er svona eins og þegar þú ert að einhverju sem þú vilt eiginlega ekki vera að, eins og tímabilið þegar maður að eiga barn. Þú veist, þegar þetta er allt ógeðslega vont og þú getur ekki hætt við,
verður að halda áfram, sko. Og þú veist, hugsa með þér leið og þetta afstæði eða einhvers staðar, þegar þú ert að brenna og rifna í sundur héðan og niður, að bara glæta henni gera þetta aftur. En svo bara gera konur þetta aftur og aftur og aftur. Svoleiðis líður mér með dagatalið. Næstum því. Sem sagt, og næsta ári, þá ég að hugsa að ganga lengra að því að eins og í fyrra þá ég með allt í svona kössum. Núna setti ég bara pappír utan hvern hluta til þess að reyna að minnka umbúða geðveikina. Og næsta ári ég jafnvel að hugsa þó ég ætla ekki að lofa neinu eða neitt þannig að vera bara með póka. Svona taupoka sem að, þú veist, kaupandinn getur þá bara notað í eitthvað, skilur. Þá þarf ekki að henda henni í ruslið. Annars átti ég bara ágætis jól og jóla áramót. Svona heilt yfir. Ég er ekkert jólabarn, sko. Mér finnst þetta oft bara að vera ömurlegur tími, bæði hvað varðar myrkur og veður og peningaútlát og bara einhvern veginn oft ég bara, þú veist, uppgefin á þessum tíma árs. Ég er meira sumarbarn, þá finnst mér allt vera gott og gæti alveg vel hugsa mér að vera sko vakandi allan sólarhringinn. En jú, þetta var bara fínt og gott að hvílast aðeins og hugsa aðeins þú veist, hvernig ég ætla að koma inn í þetta ár sem byrjað. Það meðal annars með reglulegu podcasti og reglulegum svona shop update. Ég var bara í vandræði með þetta orð eins og svo margt annað. Get ekki kallað þetta búðar uppfærslu eða það uppfærsla í búðinni. Þú veist, ég sem kannski nýtt í sjoppunni eða nýtt í búðinni eða eitthvað þannig. Shop update hljómar rosalega vel, ég meina það skilja allir hvað það en það samt ekki íslenska. Ef einhverjum með hugmynd, þá ég til. Og svo sem sagt í shop updateinu verði ég bara að segja þangað til ég kom með eitthvað annað. Laugardaginn 11. janúar, klukkan 12 á hádegi, þá verður fyrsta shop updateið frá Vatnsnesjarn komið inn á vatnsnesjarn.is og í því verður sem sagt BFL nylon sokkagarn. Það í fingering grófleika 425 metrar á 100 grömmum í nokkrum litum og svo verða verkefnapókarnir og þetta prjónamál, hvistlega sniðið til gjafir og umferðarspilið, eða það sem ég hef eftir að því, ég á ekkert mikið að því, komið á vefinn hjá mér og það eiginlega bara eitt sko, fyrir þennan þátt. Svo ég að reikna með að gera, ég ekki alveg búin að ákveða með mér hvort ég ætla að gera þátt vikulega eða í annar hverju viku. Þess að þurfa að fara eftir hvers konar efni ég hef í fórum mínum að tala um. All righty then, sjáumst það bara næst.